Halló. Já, góða kvöldi, gott fólk. Já, við afsaka seinaganginn í okkur. En við mætum ykkur hér í byrjun öðrum leikluta. Þetta er búið að vera nokkuð jafn leikur, svona helst við sé að við lentum í smá tækni vandamálum. Já, svona, já, svolítið miklum. Staðan er 21-23 fyrir Tindastól og Darren Towns er á línunni. Eins og segja, þetta hefur verið nokkuð jafn leikur. Bara svona, já, eins og segja það sem ég hef séð, en Tindastóll hefur verið að rúlla liðin allavega mjög vel. Ég held að það sé ekki búin að vera sama uppstilling í þessum leik hjá þeim. Sama með Þór Þorláksson og þarna er þriðja villan á Darren Towns í byrjun öðrum leikluta. En við rennum bara snöggt yfir liðin sem er inn og hjá Þór Þorláksson er Vance Michael Hall í leikstjórnarstöðunni hjá þeim ásamt Þorsteini Má, nr. 15. Númer 8 á línunni er Hrafn Bragason. Ragnar Nat er númer 14. Númer 9 er Halldór Garðar Hermannsson. Já, okkar mönnum eru inn á núna Addu Viðar, Darri Lúi, Stælur Fleik og Helgi Rafn. Halldór fær 3 vítin og nú er ég bara ekki alveg viss hvernig staðan er, þar sem að taflan í húsinu er ekki alveg að sína resti, sýnist mér. Ja, hann klúðrar senast vítina bara. Staðan er 23-24 fyrir Tindastóll og 8:30 eftir af öðrum leiklutunum. Það er eitthvað vesen. Já, það er búið eitthvað smá vesen hérna á riddaraborðinu, en það er þeir hérna í Þorláksson hafa verið að breyta og bæta hérna hjá sér. Komið þessi fína blaðamannastúka og nýjar klukkur og allt í gangi, sko. Ég var hróskilið fyrir það. En ég veit ekki alveg hvernig fyrsta leikur spilaðist. En stigahæstur hjá okkar mönnum í Tindastól er Darren Towns með 7 stig, en hann er líka með 3 villur. Helgi Rafn með erfið sniðskot hann yfir Ragga. Þannig að erfitt að eiga við hann. 215, 18 cm eitthvað svoleiðis. Erfið sending, frábærlega vel gert. Glæsilega vel gert. Og það er leikli sem Einar Árni, þjálfari Þór Þorláksson, tekur. En já, sliðastir okkar mönnum er Darren Towns með 7 stig, aðrir eru með minna, það dreifist mjög fínt. Darri Lúis með 5, Darri Fleik með 2, Helgi Rafn 4, Helgi Freyr 3 og Yngvi 3. Já, Þór Þorláksson er Vance Hall með 12, Ragnar Bragason með 5 og Raggi Nat með 6. Þetta er 8. úrslit Lengjubíls karla sem við erum hérna leikur Tindastóls og Þór Þorlákssonar.
Það eru eina breytingar við sáum hann að Halldór Garðar tjónaði aðeins hann í sendingun á hann. Það er Baldur Ragnarsson sem er komin inn á. Það er Lúi sem er þrist, broti á hann þegar Raggi nær frákastinu. Og Baldur Ragnar Vans vill á Darri Lúis fyrir að halda hann í Vansbakal Hól. Þessi Vans Hól virðist vera mjög góður spilari sem ég hef séð hérna á honum. Það er fleik út af fyrir Pálma. Þá stígur hann út af handa þegar hann ætlar að spilla sér af stað, stígur endalínuna. Dómarar hér í kvöld eru Jón Guðmundsson, Davíð Tómas og Jón Bender. Helgi og Viðar, Darri Lúis inn á Helga, þetta er akkurat það sem við vilja á móti svæðinu. Og hann inn teginn, dreif á boltana, mikla sendinga, minna dripp, galop í skot. Ekki onni, Helgina flottu frákasti og Nísó 14 sekundur á skotklukkunni. Erfið þristur á Addu. Og aftur frábæla vel gert og Þór Þorláksson. Mjög vel gert. Spila mjög vel saman. Putturinn fyrir Lúis. Pétur kemur með boltan. Sendur hann yfir Addur, Viðar. Finnur Pétur. Helga, Viðar í horninu. Setur hann ekki. Pálmi kemur fylgir vel eftir og fær vittin og 2 skot. Frábær. Mjög vel gert hjá Pálma. Keyrir frá þryggjastælínni. Þetta er fyrsta villan Emil. Pálma lítinu undanlíninu fyrir 2 skotum. Negli fyrst onni. Staðan 27-25 og 6:47 eftir af öðrum leikulda. Setna vídeo Pálma beint onni 27-26. Pétur til varnar, Baldur kemur upp með boltan fyrir Þór. Flott pressa á Pétri, hann er að taka hérna 6 sekúndur af skotklukkunni með þessu. Fín við, Píti hérna mjög pirrar út í sína menn. Segir að hætta að tala við dómarana. Fín. Það er leiklega við að fara villu hann að íta. Leiklega. Tindóttur tekur leiklega. Þeir verða afsakað það líka að við erum ekki með neina klukku á stígum eða tíma. Þannig að við reynum eftir mesta megni að muna að láta okkur vita hvað skorið er ef þið hafið það ekki hjá okkur á livestætti KKÍ. Staðan er 27-26 fyrir Þór og 6:28 eftir á öðrum leikhlutanum. Síðasti leikur okkar manna í Lengjubikarnum var mútið Keflavík úti þar sem við töpum með einu stigi. Þessum Magnús Már Keflingur skoraði á vítalínunni með ekki eitthvað mjög lítið eftir á klukkunni. Við gátum ekki bröðist í lókisókninni. Það kom ekki sök. Keflavík kom sér áfram, FSU gerði sitt og við
komist áfram. Þannig að þetta fínt undirbúningsmót sem er hérna í gangi. Það var Baldur, hann bakka Pétur niður fyrir baseline. Frábærlega gert, var bara komin langt en vinur þess að Ragnar nær ekki að koma boltanum honni og slæðir hann síðan út af. Ég vildi meina að Helgi hefði brotið hann á honum en held ekki, það er nú verið lagi. Pétur og Viðar. Þór Þórðarsson, þeir eru búin að vera í þessu svæði meira og minna allan leikinn. Og þessi með planta Ragnar í miðjuna og er þá ekki árennilegt að dræfa. Hann með hávaxinn og með langar hendur. Nú kom Fleik inn á fyrir Helgarab. Emil með boltan hann fyrir utan, finnur Þorstein, Ragnar bakka Pálma niður. Fín Emil með erfitt skot hana. Ragnar blakar hana yfir Pálma og enda með því að Baldur kasta boltan út af. Sáu þetta, það er erfitt að díla við þetta. Kannski með einhverja 20 cm hann á Pálma og Pálmi stígur hann bara gerði allt rétt hann í sig, stígur hann vel út. Bara lengdin Ragnari var það löng að næra slá. Það kom ekki sög. En Viðar, Hannes, Pálmi var að reyna að finna Fleik hann á baseline. Tíðast á boltan, 14 sekúndur eftir að skotklukku. Pálmi, núna kemur Pálmi. Pálmi finnur Fleik, Fleik hópar skoti. Hannes, fínt skot til Pétur í horninu og óhefnir að það fær í góðni. Mikið driplanda hjá Viktor í garðurinn. Emil hann er fyrir utan. Þorsteinn að blokka Fleik. Flott bakkött hann hjá Þorsteini. En Fleik mætir í hjálparvörðun og blokkar þetta mjög vel gert. Síðan fyrir Emil stoppar það svo. Emil tegur sig á Viktor og breytur Pétri hraði svo. Þá er Þorsteinn upp í Fleik galopinn hann. Skjóta á sig kallinn. Pétur finnur Pálma, Pálmi finnur Hannes. Hannes dræfar, finnur Viðar. Viðar dræfar, finnur Pétur galopinn í hóttunni. Nú fer hann onni. Allt glæsilega vel gert. Gleymdum við hóttunum. Fleik fær hérna rýtsinvillið á sig. Ekki sátt með þennan dóm, ekki frekar aðra dóma sem að tindastöðu ekki á sig. Það hefði engi verið sátt. Ég hef nú full á trú að dómarinn sé að geta allt hárrétt. Baldur vítalínuna fyrir 2 stigum. Þetta línuna fyrir að Þór Þórðarsson kom í bónus. Það eru 4:22 eftir að öðru leikina. Setna vitið, fyrir frá onni, setna ekki, Pálmi frákastið. Pétur kemur boltan. Hannes, Pálmi. Og það er bara stólið boltan á Pálma og Pálmi er hættum að hókja á því villu hana. Once, Emil fyrir utan, setur onni. Hannes, Helgi Freyr, Hannes, Pétur, Pálmi í hóttinu, bara galopinn. Ófinn þetta í Jóni. Langur friskur á Vance Michael Hall.
Aðaleglega og staðan 34-29 fyrir Þór Þorlákshöfn og 3:35 eftir af öðrum leiklutanum. Þessi annar leiklut hefur bara ekki verið góður Tindastóls-megin. Aftur á móti hefur vörnin hjá Þór Þorlákshöfn verið alveg ágæt og sóknin í jói þeirra að vera að setja þessu skot sín. En Vance Michael Hall að draga vagnin gjörsamlega hjá Þór Þorlákshöfn með 15 stig og hann væntanlega 25 stiga maður 25 stiga maður í vetur en síðan Ragnar Örn Bragason verið að spila vel líka, hann komin inn aftur, hann meiti sig eitthvað aðeins á þann hopplaði drengurinn. Pétur Lewis, Helgi Rafn, Darfleik og Helgi Freyr. Það svona eldri kantinum þetta lið hérna hjá okkur. Mikil reynsla, það flott maður. Pétur, Darfleik, finnur Lewis leitar að Helga Rafn, finnur hann ekki. Helgi Freyr, Lewis hótt á skoti þegar og fær villuna hana á Davíð Arnar Ágústsson nummer 13 Þorlákshöfn slátta hendina hana. Lewis verður á vítalínuna fyrir 2 stigum eða 2 skotum fyrir að leglið í honum 34-30 og 3:15 eftir öðru leikluta. Setna ekki honni sterkt frákast hjá Hall. Hann kemur boltanum upp á Emil bara bakkar Helgan upp á þryggjastælínunni. Þorsteinn reynir að finna bakkvöld hérna á Hall miðina. Fín vörn hjá Helga Rafni. Svakalega skotmaður þessi með erfið skot sem að næstu var honni. Pétur finnur Helga Frey. Helgi Frey finnur Fleik hérna ósáttur með sjálfan sig að setja í Jóni. Vance Hall það tikk á miðlínu frá Emil og Emil vill fá þristinn, fær hann neglar hann Jóni. Hann getur skotið hann drengur. Annað þristinn á Emil og hann kemur Þór Þorláksson 7 stigum yfir 37-30. Helgi Freyr, Fleik, Helgi Freyr dræfar inn í fær villuna. Villa á Ragnar Örn. Helgi Freyr á líturna 2 stig. Það Towns kemur inn. Hann með 3 villur. Fyrraheiti ekki nefnir Helga. Hann heyrði þá látbræðið hans. Það hafði á aðra leið núni. Setna vitið, beint honni. Dundar á því honni. Vance Hall. Lewis á honum. Pétur, Ragnar, Emil. Helgi að dekka. Fín vörn. Erfitt skot í Emil, hann neklaði nú. Hann stígur línuna og þetta bara 2 stig. 39-31. Lewis finnur Helga Rafn. Finnur Pétur finnur Darren Towns. Hann fer bara alla leið, backdoor. En beistansi. Leggur hann honni, vel gert. Pétur. Emil hótar skotinu, fer upp í skotið. Ekki. Það villa á Ragnar. Lítinn fögnuð Þórsara.
kemur Ragnar inn á. Daniel Towns á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Fyrraviti á DT. Það alls ekki á leiðin núni. Og seinna vitið. Það heldur ekki mjög stuttur. Raggi fær hann á toppnum. Með Vansholt. Það fínt skrín hjá Ragnari. Síðan bara galop í skot. Helgi Freyr fekk nokkuð opið skot. Mjög líkt að þeir vinnur mikið með þetta í vetur. Skrín frá Ragnari. Akkurat. Setur honum. Pick and roll. Erista kerfi í bókinni. Pétur, Þristur, Tindar svolítið mikið að þeir eru að sætta sig við þessi fyrirgefsdagsskot. Þau eru alls ekki að detta og síðan fer bara Vans, Michael Hall allan leið og setur hann onni og kemur Þorlákshafnarbúum í 45-33, 12 munur. Og síðasta sóknin er Tindónsmanna, 15 sekúndur eftir. Og Vansholt ekki með 19 stig af þeim 45. Helgi Freyr fer í langan þrist, neglir honum onni. 45-36 og Lúi stelur boltanum, fær hann aftur. 2 stig. 45-38 fyrir við í leikliðin. Þetta er 7 stig staðið fyrir 12. Ragnar Nat var sekur mjög slæm mistök augnabliks einbeitingarleysi og Lúis kemst inn í sendinguna. Þið sjáu þarna stöðuna og stigaskor leikmanna beggja liða en við tökum okkur örstutt hlé, sjáum smá.
Já, þá eru við komin að staður. Það er hérna Þór byrjaði sók. Ragnar Lúi stelur boltanum ánum. Það bara alltaf leið. Setur boltan ánum. Vans. Emil hann með honum. Emil stilur Ragnar. Þorsteinn Ragnar Bragason hann í langa þrist. Glæsileg. Fleik, þristinn, dundar hann á múni. 48-43 fyrir Þór Þorlákshöfn. Og Vans Hall. Attu til varnar. Mikið dripp, hann dripplaði 14 sekundur. Þorsteinn dripplar ennþá meira. Og Vans dripplar og fer alla leið. En það er villu á gólfinu. Vandalega. Já, vill á gólfinu. Það er 14 sekundur á klukkunni og boltinn á sætlan. Og Vans. Nú er fær væntanlega Darren Lewis. Frábærlega gert hjá Lewis. Finnur Viðar og finnur Addu og Addu galopar fyrir sem er way off. Það er airball. Vans. Húnir fótnið boltan. Það er skrín á miðinni. Það er Emil. Lewis er framleiðin. Lewis bara stelur boltan á honum. Hann ætlar bara alla leið. Það er villu á Ragnar og 2 stig. Já, glæsilega gert hjá Lewis. Lewis end one. Það er 48-45 fyrir Þór Þorlákshöfn. Og Lewis getur skorað í yfirbót. Neglið því á ný. Þá er Lewis komið með 13 stig. Addu með Vans Hall fyrir fram að sig. Emil. Vans fær galopin þrist og hann setur þetta. Tekur hálfhring og upp úr. Lewis fær skrín. Finnur Addu. Darren Fleik. Downtowns ætlar að fara á Ragnar. Gerir það. En hann er bara blokkaður. Já. Góð vörn hjá Viðari. Viðar kominn út af. Það eru 17 sekundur eftir á skotklukkunni og 7:44 eftir af þriðja leikhluta. Þannig að þetta stela þessi bolta. Ragnar Viðar til varnar. Ragnar Vansbergur hóla, pick and roll, hann svindlar. Fær villuna á Viðar líklega. Frekar en já, vill á Viðar. Jálfari Þór Þorláksson vildi að vill á Lewis. Fyrra viti á Vans. Onni. Þá gerir Yngvi aftur inn á og já, gott að hann hafi bara spilað í fyrsta fölgum. Setna viti er Dundar hann Onni. Það er skipting. Yngvi inn fyrir Viðar. Viðar er komið 3 rullur. Viðar spilar hefur mjög intense vörn. Aggressíva. Addu kemur boltan. Finnur Lewis. Þór Þorláksson er ennþá í þessu svæði. Downtowns er allar leið. Stuttur hann ekki honni en það er Vincent Fleik til að berga sér. Fleik í horninu. Fer stuttan jumper. Lekur af en Yngvi kemur aðvíðandi og tekur frákastið. Addu fyrir langan þrist.
setur hann ekki honni og endar í höndunum á Vance Hall. Hann fer bara alla leið, frábærlega gert. Glæsilega gert. Mjög vel gert, notar layup-skrefið sér mjög vel. Það Lewis, fer hringinn ykkur Ragnar, finnur Yngva í horninu og Yngvi í þrist. Way off, þannig Towns grípur ekki boltan. Missir hann af sjálfum sér út af. Helgi Rafn kemur inn á fyrir Flake og Pálmi inn á fyrir DT, já. Þá er inn á Arthur, Yngvi, Pálmi, Helgi Rafn og Lewis. Vance Hall, Emil, Ragnar Natanarsson, Þorsteinn Már og Ragnar Bragason og Þór Þorláksson. Arthur, Pálmi, glæsilega gert hjá Helga Rafn. Ætti að loppa honum hann inn á Ragnar. Helgi Rafn lýsir það vel. Lewis finnur Helga, Helgi finnur Yngva. Þór Þorláksson ennþá í þessu svæði og enn á þristurinn vel gert. Arthur hundur honum honni. Ábúinlega gert hjá Helga Rafn. Þetta er misjafnlega skoti á Þorsteini. Lewis dribblar honum út af. Fannst það. Arthur kemur út af fyrir Pétur. Baldur kominn inn á fyrir Þór Þorláksson. Það er skrýf frá Ragga 2 á tímum. Inn á Vance, hann hætti við fyrir sín í erfiðari skot. Setur ekki að nær sitt eigið frákast. Finnur Ragga sem að setur hann á ný. Það var bara að tróða þessum. Pétur, Lewis, Yngvi, galopskot að Pálmi fær villuna á Vance Hall. Þetta er nánast alltaf villa þegar leikmenn ríkir svona inn aftur frá. Lewis tók hann inn. Pétur og það er Pálmi. Lewis. Ragnar með Rákast. Emil galopinn í horninu. Setur hann og það er villa á Ragnar Natanarsson til að henda Helga hana. Stíginn standa samt en Raggi fær villuna. Þetta er þriðja villan, nei þetta er fjórða villan Ragnars. Sem er mikið áfall fyrir Þór þar sem þeir spilaðir að spila fáum mönnum á meðan er Píti og Harry að rúlla öllum leikmönnum Tindastóls. Helgi inn á Helga, snýr sig við, finnur Pálma í bakkvöldinu og Pálmi er blokkaður. Flott þannig að kött í gegnum teginu Pálma. Helgi Freyr, Pálmi, Yngvi, dræfar inn Helgi Rafn. Erfitt skot í Helga. Já, reynda að fá hann sekúndu eftir skotklukkunni. Yngvi til varnar á Baldur. Ekkert í gangi í sókninni hjá Þór og Baldur sækir hérna villu á Baldur sækir villu á hérna Yngva. Það eru 14 sekúndur eftir skotklukkunni hjá Þór. En boltinn komið að hendun á Vance Hall sem að væntanlega ætlar að Helgi frábær baráttu á Helga Rafn og það er villa á Emil og óvirðamætti villa. Bara hárrétt, hann keyrir
En að brjála í húsinu, en Emil náttúrulega bara keyrir yfir Helga Freyr, þannig að það svo sem óháð því hvort hann hefur mist jafnvægi eins og Einar Árni heyrist mér að kannski ekki, náðu þess ekki alveg en hérna þá náttúrulega bara keyrir hann Helga Freyr í gólfið og það er bara kólólulegt. Eins og allir vita þá er körfuboltinn leikur án snertinga og það er hérna verið að bíða eftir boltanum, eða leita boltanum meira. Þarna þá er Helgi Freyr að fara á vítalínuna og síðan fær Tindastóll boltan við miðlínu. Hann setur ekki á ný. Ná, seinavitið. Ekki heldur. Helgi Freyr vægast að brjálaður í sjálfan sig en áhorfendurnir í húsinu hafa ekki klappað svona mikið allan leikinn. Helgi og Yngvi. Darren Towns, hann fær þess ekki villu á hérna Baldur. Hald hérna. Það er hindi kominn bónus. Einhver reikistefna á Riddaraborginu hvort þessi bónus eða ekki. Það eru 2 stig, þannig að Darren Towns er leiðin á línuna. Nei, 2 víti seg. Við leiðum að skjóta skotunum fyrst áður en við gefum okkur 2 stig. Fyrra víti á Darren. Dundraði Jóni. Staðan er 57-50 fyrir Þór Þorlákshöfn, 3:50 eftir þriðja Það hefur nú verið óskup seinna vítið. Helgi hann í baráttunni óheppinn. Það hefur nú verið svona heldur tíðin að geta lítið þriðja svona. Það er bara velgerð Emil, óheppinn að setja Jóni og fylgir vel eftir. Finnur Davíð, hann finnur Baldur, síðan komaði boltanum í vans og Emil í hotninu fer bara alla leið og Yngvi brýtur vel á honum. Þannig að Emil er að fá línuna fyrir 2 stigum. Emil klárar þessa sókn frábærlega, byrjar að ná í auka sókn fyrir sína menn og kemur síðan á línuna og fær 2 vítaskot. Fyrra vitið. Hendi hérna í. Já, hann setur setna þetta líka honni. Það er ennþá sæðisvörnin hjá Þór. Yngvi fer í skotið og það er ekki honni. Helgi til varnar og hann bara fær boltan til Darren Towns. Það er erfitt með að trufla þessu. Finnur Helgi Freyr. Helgi Freyr finnur Darren sem að er alls ekki góða. Já, það var mjög skrítið dræf á honum en það var Vans komið með boltan. Hann fær 2 skrín á topplinum. Baldur fer enda sín í höndunum á Vans aftur sem fær skot. Setur honni og kemur sínum mönnum 12 stig með 62-50.
Og töldskipting hjá Tindastól. Pétur og Helgi ásamt Lewis Flake og Darren Towns. – 60-50 fyrir Þór. Það virðist bara vera þannig að þeir vilja þetta bara eins og staðan í dag miklu betur heldur en við. Það að spila miklu aggressívara, spila vörnina miklu betur. Það ekkert í gangi. Stóri maðurinn að dribbla, það alltaf gott. Það alltaf fínt þegar stóri maðurinn að dribbla fyrir hina og með litla kalla í kringum sig að það til að stela boltanum. Þá eru Hans Hall að fara á línuna með skjóta fyrir teinskotum og það er sama liðinni hjá Tindastól og já, það er sama hjá Þór Þórðarsson líka. Hans Hall setur 27. stigið sitt hérna kvöld og er líklegast að fara að setja það 28. Já, 64-50, 14 stæða munur. Nei, það er Lewis sem komin inn á, já, það komin inn á. Það Flake, langsending á Pétur, mjög færanlega vörn hjá Þór. Langur tvistur á Flake, ekki onni. Frákvæmstu Emil, Hans Hall. Það er fínt. Þorsteinn góður að bæta þessu. Baldur bakkar Lewis niður. Flake stelur boltanum. Lewis finnur Pétur. Pétur fer alla leið. Setur hann onni. Kerir skýnt í baki á hann. Helgi til varnar. Erfið sending á Baldri og sendir þetta með hendurinn á Lewis. Lewis kemur upp, leitar að Darren Towns sem var komin upp. Finnur það ekki, Helgi Freyr finnur hann, bara grípur ekki boltan. Finnur síðan Lewis samt í horninu sem setur þristinn og kemur þessi 64-55, 9 stað munur, 55 sekundur eftir að þriðarleikunda. Þorsteinn Már keyrir, þeir reverse glæsilega gert hjá hann. Mjög vel gert hjá Þorsteini og það þarf að þurrka gólfið sem gerir það verkum að Arnþór getur skipt fyrir Helga Frey. Árukomin í ganga aftur. Lewis, eitthvað dripp. Pétur, Flake, erfið sending á Arnþór, mjög langur þristur. Hann var aldrei á leiðin honi þessi bolti en
Hann getur skotið. Lewis hann að Arthur til varnar. Hleypur honum þessum eigi. Mikið dripp, finnur Baldur Davíð í þrist. Þetta enda með því að Þorsteinn kemur síðast til boltan og það Tindastólsboltinn. Helgi Freyr innan fyrir Darren Towns, 4 sekúndur eftir og það Addu fyrir upp fyrir þristinn og setur hann ekki. Fín tilraun næst hjá ný. Staðan 66-55, 11 munur fyrir Þór Þorlákshöfn. Fjórum leiklutir að byrja. Píti og Harry eru búin að rúlla liðinu mjög mikið. Ég held að Sigurður Páll er eini sem hefur ekki spilað þessu leik. Einar Árni þjálfari Þór hefur rúllað í fyrir hálfleik var nú spilunum okkur 6 mönnum. Núna hefur Davíð spilað svolítið út að Ragnar lenti villimandram, en ég hef mikla trú að Ragnar kom inn núna bara strax í fjórða og við munum spila sem eftir leiks saman með útlendingin hefðum. Hann er 28 stig. Emil Karl hann er 13, Ragnar Bragason 10 og Ragnar Natanarsson 10. Já, Tindastólir Darri Lewis með 16, Darren Towns 10, aðri minna. Mikið dreift stigaskor. Nei, hann bara Einar Árni heldur sig í sama lið. Hún bara ánægður með sína menn. Hjá okkur þá fer Helgi Freyr út af og Helgi Freyr og Darri Fleik fara út af og Viðar og Darren Towns koma inn á. Viðar væntanlega að fara að djöflast í Vans. Það góð kól, finnst mér líklegt. Það er bara léleg sending hjá honum. Augljós, Lewis næstu búinn að stela boltanum hann. Vans Michael mjög nýmdur hjá honum boltinn. Davíð á DT. Það er rauningur á Davíð til að snúa sig. Hann er á hreyfingu þegar Addu kemur. Þetta er mikið högg. Enda Addu hann er smá svona shaken up. Pétur með boltan. Vinnur Lewis. Þór Þorláksson, ég held að þið búin að spila þetta svæðisverð allan leikinn. Fínt dræf hjá Arthuri, finnur Pétur. Darri Lewis með frákastið, fer beint upp. Óheppinn að fara ekki onni Pétur í baráttunni. Enda með því að Baldur nær boltanum. Að reyna að trappa hann við niðarlínuna. Þorsteinn fyrir alla leið og setur hann. Mjög vel gert hann. Arthur kemur með boltan. Finnur Pétur, Viðar á Darren Towns og það er villa á Baldur. Darri Fleik inn fyrir Pétur. Viðar frá boltan, Lewis, Arthur, Darri Fleik
inn á Darren Towns. Darren Towns fer upp, hann bara blokkar og skrefar undanlega. Það uppkast. Þá það Þór Þorláksson á boltinn. Við byrjum leiklutan. Einar Árni var hann útskýringun á þessu. Hann vildi ekki missa réttin á uppkastinu. Viðar til varnar Vans, fær skrín, trappan hann af leik, missir hann sínu manni og Emil fyrir þrist og setur hann 71-55, 16 stiga munur og það leiklið sem að Tindastólsmenn fá og það bara öll stemningin Þór Þorláksson megin. Þeir eru bara að spila hann leik mjög flott. Okkar leikmenn nú ekki leikur okkar mann bara ekki góð og þessi svæðisvörn sem að Þór Þorláksson að spila, þeir eru bara spila hana mjög vel, mjög aggressíft, búin að vera það allan leikinn og það virðist vera bara svona miklu meira að þeir vilja vinna þetta en hinn 4 fræknu í Lengjubikarnum eru á Sauðárkróki næstu helgi. Það byrja á 50 daginn þar sem að Gannaboltinn byrjar 4. úrslit þar. Síðan Karlaboltinn á föstu daginn minni mig. Ég ekki alveg á hreinu hvernig Karlaboltinn byrjar. En hvernig byrjar á 5. daginn? Þá byrjar þessi veislu og þetta alla helgina. Eru 1, 2, 3, 4, 5, 6 körfuboltaleikir á Sauðárkróki helgina. Maður þetta alla til að mæta þá. Og Lewis finnur Fleik hana, Fleik snýsir við. Lewis finnur Viðar, Arthur í horninu, þristur. Villa á Davíð hjá Þór Þorláksson í frákastinu á móti Fleik. Addu þetta niður inn á Pálma. Var ekki 14 sekúndur á klukkunni. Eitthvað að velta fyrir sér á hvert Villa var. Hún var rétt á klukkunni. Pítjónin neppirðar á Riddaraborðinu. Þetta svo sem ekki alveg í fyrsta skipti í leiknum. Við erum að bæta sekundum á klukkuna og jaha, þarna kemur þetta 13 á skotklukku út af að við vorum búin að vera 1 sekundu með boltan áðan og 7:47 eftir að 4. leikluta. Staðan 71-55, 16 stiga munur fyrir Þór Þorláksson. Lewis finnur Arthur, fær boltan. Fleik fær ólulegt skrín dæmt á sig. En já, ég get ekki séð hann. Ef hann var einhver reyningur, hann var rosalega lítill. Fín vörð hjá Lewis og Emil. Van Sol fær galop í skot. Ekki miklu líkur á því að hann gerir
Þá, ef hann fær svona skot aftur að hann því. 71-55 já. Lewis, Arthur Viðar Pálmi Flake fer alla leið, fær villuna og er að fara að línuna fyrir 2 skotum. Nú er það fyrra skoti á Flake. Hann dundraði hjá henni, 71-56. Seinna skotið, það er 71-57. Og það er stólinn bolti, Flake, erfið sending á Flake á Lewis sem nær honum fyrir alla leið og setur það ofan í. Fín vörðum við vissi hann aðeins um að frá sér. Kom með hann fram að sig. Og ruðningur þarna sem Pál fínt. Mjög vel gert hjá Pálmann. Tekur sér fína stöðu. Tekur Emil á sig. Emil hafa komið 4 líklegast, já, og 4 hann tekinn út af. Og Ragnar Natt kemur inn á. Baldur var líka kominn inn á og hann kom inn á fyrir Haldur var það líklegast. Og Lewis og Viðar. Pálmi finnur engan, endar að finna Arthur finnur Viðar í horninu. Arthur náttúrulega bara að skjóta þessum bolta. Og Lewis fyrir þrist, setur hann núni. 71-62. Og það er Raggi klúðrar alveg uppinni, en boltinn bjargar honum hana með sóknar frákasti og leggur hann núni. 73-62. Viðar, Lewis, finnur Pálm, Arthur í skotið. Þorsteinn með frákast eftir blak út frá Ragga. Baldur. Leikli. Leikli sem Einar Árni þjálfari Þór Þorláksson tekur. 11 stiga munur, 5:49 eftir af 4. leikluta. 73-62.
Jæja, áður á þau. Og það Baldur. Hann fær tikk frá Ragga. Raggi snýr inn. Og það vill á Arþór fyrir vantar að hald þarna á Þorstein. Og það annað innkast á hliðlínunni. Víða gleymir sér aðeins svona. Raggi nær að blaka honum út. Og vill aftur Arþór. Á Þorstein. Baldur fer bara á þetta leið. Pálmi náður frákastinu en hann slegir frá honum að Ragnari. En það kemur ekki sök, það er tegundspóti. Það er Viðar. Dara Lewis, Arþór. Viðar Pálmi. Komur hann inn á Arþór, inn á Fleik. Finna Lewis upp í þrist upp á topp. Setur hann ekki. Mox. Og það er enn og aftur alley-oop layup. Ég nokkuð sem að Landsbanki Hóli kom með einhver slatta stóðsendingum líka. Það er Fleik, back-cut for Pálma og það fer að Pálma út af. Það er þrefald skipting á stólnum. 75-62 staðan, 30 stað munur. 4:43 eftir af fjórðaleiklutanum. Nú inn á eru Arþór Viðar, Darren Towns, Helgi Freyr, Helgi Rapp. Þór Þorláksmegin eru Emil, Karel nr. 7, Vans Hall nr. 6, Baldur Ragnarsson nr. 4, Ragnar Bragason nr. 8 og Raggi Nat nr. 14. Það allt komið á gang. Viðar til varnar á Hall. Það enda með því að Baldur losnar og Raggi fer. Þetta er bara mjög vel exekutað hjá Þór Þorláksson en annars er ekki brúðslega vel gert hjá okkar mönnum. Boltinn fer út af. Vans Hall sem að Helgi Freyr kemur á hliðarlínunni og tekur boltinn inn. Arþór. Ég skrítið skrýð frá Darren Towns. Það er bara að finna hann aftur. Og erfið sending frá Arþóri. Það er eitthvað ráðaleysi í sókninni á tjóðsmönnum. Og Viðar til varnar, fín vörn Viðari. Vans Hall fara pikk á Ragnari. Þeir fara vantilega í loppi hann yfir Viðar. Nei, Vans Hall fær bara leið og fær vill á Helga Rapp. Landsbanki Hall er á leiðina núna. Hann getur komið sér í 30. stíði sitt. Þetta eru staðan er 77-62 fyrir Þór Þorláksson, 15 stað munur. 4:01 eftir af fjórða leikluta. Fyrir að við deðið beint á honum. Engin vandræði. Landsbanki Hall, aðeins setna viti.
Arþór, Viðar, Helgi Freyr. Arþór. Það bara ekkert í gangi sóknarmegin. Arþór. Nei, Ragnar Freyr. Og það leikli Tindastóls megin, já. 81-62 fyrir heimamenn í Þór Þorlákshöfn. Það bara allt í gangi hjá þeim, en ekkert í gangi hjá Tindastól. Það bara mjög fall. Tindastól komið 1 áhlaup núna í 4. leik, minnka þetta undir 9 stig, 8 stig svoleiðis. Þá sögðu Þór Þorláksson menn bara hingað ekki lengra og þar við það. Pétur og Yngvison inn á fyrir Arþór og Viðar. Towns, Pétur, Yngvi í horninu, finnur engan nema bara hendunar á Ragnar. Hann Lansi kom boltan, róar þetta bara niður, tíminn Þorláksson á megin eins og staðan núna. Og Helgi Freyr varnar, Baldur fær pick frá Ragnari. Baldur hendur, vill á Ingo vantanlega, já. Vill á Ingo. Og það komið bónus á. Það 2 skott, Baldur. Fyrir veit ekki. Seinna viti á Baldri. Það honum. Skipting. Þorsteinn Már fyrir Baldur. Já, Yngvi. Pétur. Darren. Hann drippla boltanum hana. Yngvi. Það bara galopin. Helgi Freyr. Mikið dripp. Finnur Yngva. Það alltaf á villuna hana. DT fyrir erfið skoði að, setur honi. Pétur galopin í horninu, hann búinn að vera nokkra sekundur. Pétur til varnar. Vans. 82-64 fyrir Þór Þorláksson. 2:30 eftir af fjórða leikluta. Erfið sending hjá en Jón Guðmundsson, hann ætlaði að dæma Þór Þorláksson boltan en Davíð Tómas leiðir ekki þann dóm þar sem að hann kom aðeins við hann Þór Þorláksson í endalínu leikmaður þeirra. Davíð Tómas með boltan, hann Helgi Freyr í langan frist, setur hann ekki. Pétur frábær baráttu á Pétri hann. Hann að slá bolta hana í Emil. Vinnur boltan aftur, það 10 sekundur eftir á skurðklukkunni. 2:15 eftir af leiknum. 14 sekundur fyrir ekki. Yngvi í horninu fer alla leið fyrir Helga aftur. Helgi finnur Helga. Helgi með erfitt skot hann.
Van Sol, Ingi til varnar. Van Sol finnur Þorsteinn sem fer baseline. DT nær boltanum með en er út af. Helgi Freyr út af fyrir Sigurð Pál Stefánsson. Yngvi er næstum búinn að stela boltanum þarna. 1:56 eftir af leiknum. 15 sekúndur á skotklukkunni. Van Sol setur inn á Ragnar. JT Downtown finnur Yngva í þristinn, setur hann ekki. Ragnar nær að blaka honum til Van Sol hana sem að missi boltan en finnur hann síðan. Reynir að koma á Ragnat en nær honum ekki. Það er út af, Tindastóls bolti. Nýsókn. 1:37 eftir leiknum. 82-64. Helgi finnur Pétur í horninu. Fyrir baseline finnur Helga, vel gert. Óheppinn Helgi. Það er honum ekki. Siggi með frákasti. Hornið, Siggi upp í skoti, allt á honum. Þorsteinn Már. Yngvi til varnar. Þorsteinn fer alla leið, finnur Ragga sem treður þessu. Darren Towns kemur upp boltan. Hann er flott. Yngvi, Siggi, já. 84-70. Helgi hendi sér henni eina tæknivillu. Það er viti komið, hann dundraði þjóni, 85-70 fyrir Þór Þorláksson. Þorsteinn Már. Það var skrín frá Ragga. Já, driblar, bara blokkar Inga, glæsilegur. Pétur keyrir upp á völlinn. Sending á Darren Towns. Darren Towns, Hannes, Yngvi. Yngvi finnur Pétur í horninu, Feintóni. Glæsilega vel. Vel spilað. Fótur hana. – 85-73 í staðinn. 18 sekúndur eftir 12 staðunur. Þór Þorláksson. Fyrir völlinn. Þá erum við að fara að fá Þór Þorláksson í heimsókn á Krókinn. Þó að við munum ekki spila á móti þeim, en þeir eru velkomnir. Pétur fær villu á Jón Jökul sem er nýkominn inn á Þór Þorláksson. Pétur á leið á línuna, 2 skotum. Getur minkarnir 10 stig. Fyrra viti fyrir Róni. 85-74. Við setjum líka 85-75. Það er trappa í horninu. Hannes, Arnar, Jón Jökull, finnur Magnús Brekka með 10. Emil, Þorsteinn, Jón Jökull við þristinn. Óheppinn hann að setja hann í gjóni. Þetta eru lokatölu leiksins, 85-75 fyrir Þór Þorláksson.
Þeir eru komin í 4 fræknu á króknum, sem verður haldið á króknum. Ég ekki með hérna hvernig hinni leikinu fóru, ég ekki fylgt með þeim. En með hvernig þessi leikur var, þá voru Þór Þorlákssonar menni bara að spila betur. Þeir voru ekki með að spila sínu öllum mönnum, Grétar Ingi var ekki með þeim í dag. Hann samt bara á veggnum, vonum að hans sé í fínu standi. En við bjóðum bara Þorlákssonar að búa velkomna á krókinn og vona að þeir fjölmenni. Takk fyrir okkur hérna á Tindastóll TV.